Flokki Guðlaugur Þór Þórðarson. Gjörðu svo vel. Forseti og borgarstjóri, borgarstjórn og öldungaráð og aðrir gestir. Ég nú oft talað í þessum sal, ég held ég aldrei talað á þessum stóla áður. En ég ánægður að þakka fyrir þennan fund og þessu afskaplega góðu og upplýsandi erindi. Ég settist þarna hinum megin því ég vildi fylgjast með því betur sem að hér fór fram. Húsnæðismálin eru stór mál fyrir alla og þetta tengist allt saman. Húsnæðismál eldra fólks tengist líka húsnæðismálum yngra fólks og ég vil hvetja ykkur sem að hér eru og hafi með þau mál að gera að reyna að við saminumst það að reyna að lækka húsnæðiskostnað fólks og við finnum það og ég hef fundið það langan tíma en það aldrei verið kannski meira aðkallandi heldur en núna að það eldra fólk sem í mestum erfiðleikum á landinu það fólk sem í leiguhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Og 1/3 af kostnaði við nýbyggingar og húsnæði opinber kostnaður og hefur hann hækkað gríðarlega og stærsti þátturinn í því eru í þessari röð lóðakostnaðurinn og síðan byggingarreglugerð. Ég ánægður að heyra hvað gengi vel með sameiningu heimahjúkrunar og heimaþjónustu. Ég setti þetta á laggirnar og var klárað í minni tíð sem heilbrigðisráðherra og þetta var ekki óumdeilt. Það sem var sagt þá var það ekki hægt að gera þetta var eitt af þessi mörgu var sagt, það var ekki hægt að gera, það ekki hægt að gera þetta nema að gera fyrir öll sveitarfélögin. Sveitarfélögin eru bara svo mismunandi. Á þeim tíma heyrðu undir sveitarfélög annars vegar Reykjavíkurborg með yfir 100.000 íbúa og eins og Skorradalur með yfir 50 íbúa. Og ef menn ætla að bíða eftir því alltaf að menn nái saman á vettvangi þessa ólíku sveitarfélaga þá gerist lítið. Og það mjög ánægjulegt að sjá hvernig þetta verið gert. Þetta var í tíð Hönnu Birnu Kristjánsdóttur sem borgarstjóra og sú manneskja sem að leiddi þetta hálfu borgarna þeim tíma var Jórunn Frímannsdóttir. Þetta var mikil vinna, margir kom að henni og hún augljóslega hefur skilað árangur og segir okkur það sem að kom nú fram meðal annars í erindunum að það afskaplega mikilvægt fyrir okkur að vinna saman því að þetta snýr að þjónustu við fólkið sem að þarf á þjónustunni að halda en ekki þarfir kerfisins. En ríkisstjórnin hefur núna á þessu kjörtímabili lagt áherslu á að forgangsraða í heilbrigðismálin af augljósum ástæðum. Og sem hér hefur komið fram og kom vel fram í erindunum að þá mun eftirspurn eftir heilbrigðisþjónustu aukast og það mikilvægt að hún sé alltaf á forsendum þeirra sem þurfa á þjónustunni að halda. Og ég held að við ættum að hlusta alveg sérstaklega á öldrunarlækna þegar við erum að móta okkar stefnu. Þeir þekkja þetta best. Ég man alltaf því þegar einn öldrunarlæknir sem ég leitaði nú mikið til sagði mér sem að mér eftirminnt með að fólk alltaf einstaklingar með sína þarfir en fólk verður ennþá meiri einstaklingar eftir því sem verða eldri vegna þess að þá eru svo mikið fjölbreyttari þarfirnar heldur en þær eru fyrir fyrir okkur sem að yngri eru og við mætum því með fjölbreytni. Og við erum búin að snúa þessu við, það var sumpart var það vegna þess að menn þurftu eðlilega að spara en annað vegna þess að menn að mínu áliti forgangsraðuðu ekki rétt að þá var fækkað til dæmis hjúkrunarrýmum og dvalarrýmum verulega í kringum 2009 og 2010. En við höfum snúið þessu við og við sjáum núna fjölgun. Borgarstjóri nefndi Reykjavík en það sama við Kópavog og Seltjarnarnes og við þurfum að halda þessari uppbyggingu áfram. Á sama tíma hangir þetta saman að því leytinu til að það mikilvægt að það fólk sem búið að fá úrlausn sinna mála á Landspítalanum að það færi önnur úrræði sem hentar þeim betur. Það hagnast allir á því. Langmest auðvitað sjúklingarnir en þetta allt saman snýst forgangsröðun fjármuna og það ódýrara og betra fyrir alla ef við erum með úrræði fyrir fólk sem þarf á því að halda þar sem þarf á því að halda. Þess vegna var farið í uppbyggingu á Vífilsstöðum en betur má duga skal. Það hefur verið mikið kallað eftir því af ástæðu að þetta gamla daggjaldakerfi sem hefur verið til staðar varðandi hjúkrunarrýmin að það sé endurskoðað vegna þess að það mismunandi þjónusta sem veitt á hverju stað fyrir sig. Og núna loksins, og það loksins búin að taka gildi sem voru samþykkt 2008 en alltaf frestuð gildistakan sjúkratryggingar að þá hugmyndin á bakvið þá stofnun það að hún kostnaðargreinir þjónustuna og það sé skýr kröfulýsing fyrir hvað verið að borga fyrir.
og það hafa allir sem að reka heilbrigðisþjónustu kalla eftir því, ekki síst þeir sem eru að reka hjúkrunarheimilin. Nú þessi samningur tilbúinn og tekur vonandi gildi sem fyrst. Hann þýðir það að hjúkrunarheimilin vinna eftir ákveðinni kröfulýsingu en á sama tíma líka sett 1,5 milljarður í viðbót inn í reksturinn. Síðan hefur ríkissjóður líka tekið sem gríðarlega stór þáttur, svolítið ósýnilegur undir radarinn, en það eru 3 milljarðar í lífeyrisskuldbindingar fyrir þessi sveitarfélög og síðan verður meira í það lagt. Ég fæ ekkert af tímanum Bjartar eða? Hún fór yfir sko. Já, nú fór hún yfir. Já, en ég ætla þá, en síðan það eins og ég nefndi, mér sýnist á forsetanum að ég sé komin á enda punkt hvað varðandi tíman, að þá vil ég leggja áherslu á það við þurfum að halda áfram að auka fjölbreytni í úrræðum, leggja áherslu á heimahjúkrunina og síðan eru mörg tækifæri þessi breyttu aldurssamsetningu þjóðina sem við höfum að ræða líka, en ég bara hlakka til þess að taka þátt í umræðinu hér og eftir. Takk. Já, við þökkum Guðlaugi Þór Þórðarsyni kærlega fyrir sitt erindi og hér